Það eru leifturkraftar að verki vítt heim sem vinna við hlið fyrirtækja af öllum stærðum til að þau nái að hámarka getu sína. Þetta gula leiftrið. DHL Express. Kira, a win for Snæfell, but it looks like you're a little bit sad. Am I right? Yeah, I mean, a win is always good. It's going to help us carry on into, the playoffs and things, which is what we're, hoping for. But to win by 5 would have been better, but a win's a win. Do you think that's going to cause you any troubles when it comes to playoff time? No, I think we're fine. I think as long as we take care of us and do what we're supposed to do and, execute, I think we'll be fine going in the playoffs. Do you think Snæfell had a slow start tonight? A little bit. We had, a hard time getting our shots going, but, as the game went on, we got some stops, which carried momentum on to our offensive side. A couple of words on this league. We're seeing Keflavík tonight losing by 30 points against Valur. We're seeing Njarðvík winning by 1 point against Hveragerði. We're looking at Haukar losing to Fjölnir. Wow. So this is anybody's ball game, right? Yeah, I think right now, in the league, everybody's pretty even. Anybody can beat anybody. So, you just got to take care of yourself, which is our main focus, is taking care of Snæfell, and, we'll be fine. Just a couple of comments on what do you think the potential for Snæfell is? Are you a cup contender? Yes, of course. I think, like I said, as long as we come in, rebound and defend and execute, we'll be fine. Finnur, þið náðu innbyrðisviðureignin á Snæfell en þið töpuðu í kvöld. Hvað vantaði svona hérna upp á til að klára þetta? Mér finnst við bara hafa ekki lappir í 40 mínútur. Það mann hefði alltaf getað spila á fleiri leikmönnum en eins og þetta var bara að þróast á hvað mann að spila þessum að treysti þessu sinni. Það var bara ekki nóg. Þetta fyrsti leikurinn með lið, kannski þurft meiri tíma til þess að koma þínum áherslum að? Já, ég meina, við erum að spila mútið liði sem mjög reynda þjálfarar sem búin að vera að þjálfa í langan tíma og með Snæfell í allan vetur. Þannig að það náttúrulega, kannski maður vantar svör, maður vantar lausnir. Það eitthvað sem eftir að liðið að gera. Ég lofa að liðið verður meira klárt í næsta leik. Það eru núna eftir þess að við ferum 8 stig eftir í pottinum og það kannski hægt að segja neitt annað en að deildið sé bara eiginlega í uppnámi upp á stöðurnar að gera í úrslitakeppnina. Já, ég meina, þetta hörð barátta. Ég veit svo sem ekki hvernig leikirnir fór í kvöld, en það eru allan að fyrir þessa umferð voru 4 lið að berast aftur 2 lið sem eru utan úrslitakeppnina séns. Nú erum við að detta út úr henni í fyrsta skipti síðan jólin. Við bara erum hérna til að berast og slást, við gefumst aldrei upp, við höldum áfram til rauðardöðan, þannig að bara bring it on.